þá komið að apríllesur fyrir krabba. Þetta er opið lestur á við fyrir suma en alls ekki alla, svo takið til sín sem eigi. Við færum okkur beint í lesturinn og byrjum á því að athuga hvaða krabba ég er að tala við. Og við fáum uppákomur, atburði, áskoranir og ögranir, komandi misseri fyrir krabba. Leiðsögn fyrir krabba. Og líklegustu framtíð fyrir krabba. Kæri krabbi, þú hefur síðustu misseri verið að vinna þig upp úr einhverju, upp úr mögulega einhverju sorg, einhverjum erfiðum, eitthvað sem að hjá aðeins að þorið ykkar eða þrekið ykkar, jafnvel heilsuna. En þið hafi verið í tröppugangi upp á við í einhvern tíma, svona hægt og bítandi að vinna ykkur til betri líðan. Og í dag þá er komið svolítið á næsta kafla. Það er að hefjast svolítið nýtt tímabil hjá ykkur þar sem að þið eru komin hérna upp úr erfiðunum og núna er svona svolítið jafnflötur að taka við ykkur og þið veit ekki alveg hvað er framundan en það lofar góðu, það er spennandi, það er áhugavert. Það er nýr kafli að hefjast og þið eru svona eiginlega akkurat á brúninni. Alveg á brúninni við að stíga inn í nýjan kafla. Eins og ég segi, mjög spennandi, áhugavert og jafnvel pínu ógnvænlegt. Af því að svo hér það sem er beint fyrir framan ykkur er óvissan. Það er þessi nýji kafli að hefjast, það er ný hringrás að fara af stað og við vitum ekki alveg hvað endilega mætir okkur. Við vitum ekki alveg hver næstu skrefin eru. Það er óvissa í kringum þetta, við vitum ekki alveg hvernig hlutinu verða. Og eins og það er spennandi, þá er það líka pínu ógnvænlegt að það er svolítið bara fylgir þessu að stíga inn nýja kafla en maður veit ekki hvað verður. Þetta er svolítið, það er verið að sýna þér hér er kanínuholan allir að hoppa ofan í. Og mér finnst þess að þú standir svolítið á brúninni við kanínuholuna. Og það er mjög freistandi að stökkva af stað. Leiðsögnin hér er að það er komið tími til að taka skrefið. Það er komið tími til þess að standa á fætur og hafa sig á loft. Þú hefur verið í bæði hvíld og uppbyggingu í talsverðan tíma núna. Þú hefur verið svolítið, að byggja þig upp og skríða saman eftir erfiði og hafa þig upp á við. En þú hefur líka verið í heilunarfasa, í hvíld, svolítið eins og sér búin að liggja í hýði. Þannig að núna þá er verið að ýta á þig, taktu skrefið, hafðu þig á loft, hafðu þig á fætur, taktu flugið. Það er komið tími til að stíga upp úr bæði hvíldarfasanum og erfiðunum og hafa sig út í lífið. Og hérna í framtíðina eftir það að þá ertu svolítið að stíga inn í nýjan fasa þar sem að bæði þú getur verið til staðar fyrir sjálft þig og aðra. Þú nýtur þess að vera hver þú ert, þú ert öruggur í því hver þú ert og þú getur verið til staðar fyrir aðra og þú getur leyft öðrum að læra af þér. Þannig að þú ert að stíga svolítið á sama tíma og þú ert að stíga í næsta fasa fyrir þig, þá ertu líka að stíga svolítið úr hlutverki nemandans og getur orðið þá í hlutverki leiðbeinandans fyrir þá sem að koma þar á eftir.
Og við skulum fá aðeins meiri innsýn hér. Hvað sem það var í fortíðinni sem að dró af þér, þá greinilegt að það dró af gleðinni þinni. Og þú ert búið að vera þá fyrir vikið að byggja aftur upp gleðina þína og finna þinn farveg til þess að vera í gleði. Þessar breytingar sem eiga sér í stað, eins og þær eru spennandi, þá eru það líka ógnvænlegar og því fylgir oft kvíði og því fylgir oft óöryggi innra með. En við þurfum að gæta þess að kvíði er ekki alltaf hættuleg tilfinning. Kvíði er líka tilfinning sem við notum bara til þess að lifa af, og svo er líka kvíði merki að eitthvað sé í húfi. Að við erum að gera eitthvað sem okkur þykir vænt um. Ef að þetta skipti okkur engu máli það sem við erum að gera, ef okkur væri bara alveg sama, þá myndi okkur ekki kvíða fyrir því hvort að það gangi vel eða ekki. Ef okkur væri alveg sama, þá væri ekki kvíðin. Það er svolítið ágætt að minna sig á það. Og kvíði er ekki stórhættuleg tilfinning, þetta er tilfinning og við þurfum þá bara að vinna með hana. Svo aftur á móti til svolítið annað sem heitir kvíðaröskun og þá verðum við að tala sífelldan óraunhæfan kvíða. En kvíði sem tilfinning er ekki eitthvað sem þarf að óttast. Hins vegar þá þurfum við líka að muna að leyfa kvíðanum ekki að grassera, að láta hann ekki taka yfir, af því að þá tekur oft við svona hörmungahyggja sem veldur því að þegar við erum að stíga út í óvissu, þegar við sjáum að framundan er óvissa, þá hættur okkur til að mála skrattan á vegginn og ætla að allt verði mögulega bara alveg hræðilegt og ómögulegt og skelfilegt og fara á versta veg. Við þurfum líka að læra að sefa kvíðan og biðja hann að stíga hans til hliðar og bara veita í viðurkenningu að já, ég er kvíðið en ég ætla ekki að láta það stoppa mig. Já, ég er kvíðið en ég er líka spennt. Já, ég er kvíðið en það eru samt ótal valmöguleikar í boði fyrir mig. Bara svo lengi sem við erum ekki að láta kvíðan taka yfir og stjórna okkur. Í leiðsögninni að þá ertu hér að hafa þau á loft upp úr heilunarfasa og það eru svona þó nokkur verkefni sem að þú stendur frammi fyrir vikið. Og þetta er svolítið svona með því að koma svona út úr púpunum sinni eða koma út úr hellinu sínum og úr hýðinu sínu, að þá býður mann stundum svona pínu to-do listi, eitt og annað sem þarf að gera, og þá einmitt er betra að horfa á þetta svolítið sem eitt verkefni í einu, ekki sko á einhvern risa projekt sem að manni finnst maður ekki ráða við þegar maður þarf að gera eitthvað 1000 hluti sko. Freka bara eitt í einu. Við þurfum ekki að taka öll verkefnin á okkur á sama tíma. Og hvað með framtíðina, þessi heilunarfasi þar sem þú ert að stíga hérna upp í sjálfsörgi, mýkt, þroska, kærleika og tækifæri til að vera leiðbeinandi fyrir aðra. Og það er svolítið áminningin í því að með líka svolítið óttan sem fylgir þessu, að vertu svolítið, leyfðu þér að vera fyrirmyndin sem þú hefur þurft á að halda sjálft. Vertu breytingin sem þú vilt sjá í heiminum. Að það mun óhjákvæmilega þegar þú ferð að stíga út úr hýðinu þínu, þegar þú ert að stíga inn í sjálfsöryggið þitt, þá óhjákvæmilega þá munu aðrir taka meira eftir þér. Leyfðu þeim það, af því að
þegar þú hefur heilað þig að þetta miklu leyti, þá ertu bara ágætis fyrirmynd og fólk má alveg endilega taka eftir því. Það verður kannski óþægilegt fyrst sinn að vera svona sýnilegt, en mundu þá bara vertu fyrirmyndi sem að þú hefur sjálft þurft á að halda og vertu sjálft breytingin sem þú vilt sjá í heiminum og vertu einlægt í því hver þú ert. Þetta á við okkur öll og mér finnst ágætt að minna sig á það að vera sama manneskjan, vera einlægur í því hver maður vera sama manneskjan út á við eins og maður inn á við, eins og maður prívat. Þannig að vertu einlægt í því hver þú ert og leyfðu öðrum að sjá það. Ég ætla að fá eitt spil úr öðrum stokki hérna í lokin, bara fyrir örstutt skilaboð til að taka hérna saman. Kemur hér desire eða löngun og því fylgir skilaboðin uppgötvun nýrra slóða í að vera. Vegurinn okkar mismunandi eftir hversu mörg við erum, bara við erum öll með okkar eigin veg, okkar eigin farveg og við erum öll með löngun að finna okkar farveg í því hvernig við eigum að vera. Það svolítið sá farvegur sem verið að ýta þér að núna. Leyfðu þér að fylgja þessari löngun að fara inn í þinn eigin farveg, þessi sem hér núna ofan í kanínuholunni. Leyfðu þér að vilja farveginn þinn, langi farveginn þinn, því að farvegurinn þinn það sem leiðir þig í að vera sannast sjálfu þér og líkast því sem að þú vilt vera. En þá ætla ég að segja þessari leið lokið. Ég vona að skilaboð til sömuréttir þeirra sem þurfum að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.